Þá höldum við áfram með umræðu málmálana, þjóðaratkvæði framundan, fyrst umræðunar á þingi sem eru núna þessa dagana og væntanlega verður þjóðaratkvæðisgreiðsla í ágúst um það hver hugur Íslendinga stendur til þess að halda áfram viðræðum við ESB. Núna næstu mínútur ætlum við að ræða umræðu hefðina hér á landi svolítið í tengslu við þetta mál og sambærileg mál og við ætlum að kryfja nýja könnun eða nýlega könnun frá Gallup sem sýnir að munar ekki miklu á milli þeirra tveggja hópa sem annars vilja taka skrefið áfram eða sitja kjur. Hann komin hingað einn glöggasti stjórnmálaskýrandi í samtímans á Íslandi til þess að kryfja þessa könnun. Við ætlum að byrja á því. Ólafur Þ. Haraldsson, velkomin. Takk. Það fengur í því að þú ert búin að skrútinera ýmislegt sem ekki hefur komið fram hvað varðar þessa Gallup-könnun. Og eitt af því sem að þú munt ræða við mig hérna á eftir til dæmis afstaða þeirra sem kjósa Flokk fólksins sem kann að koma á óvart. En svona, hver finnst þér stærsti fréttapunkturinn í þeim upplýsingum sem liggja fyrir vilja þjóðarinnar gagnvart? Já, það eru í rauninni tveir fréttapunktar sem eru stærstir. Í fyrra lagi það að skýr meirihluti hlynntur því að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram. Já. 57% svarendana segjast vera hlynntir því. Já. 30% svarendana segjast vera á móti því að fara með þetta í þjóðaratkvæði og 12% eru svona hvorki nýja afstaða. Þannig að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem taka afstöðu. En nú finnst mér ég hafa heyrt þetta 52-48. Já, það annað. Já. Í þessari könnun voru tvær spurningar. Fyrri spurningin sú sem ég var að segja frá. Já. Spurningum það, eiga Íslendingar að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna í ágúst. Hin spurningin hins vegar sú að ef að það verður þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst, þá líklegra eða ólíklegra að þú kjósir með áframhaldandi viðræðum eða á móti áframhaldandi viðræðum. Og þar niðurstaðan sú að 52% telja líklegra að þau muni kjósa með frekari viðræðum en 48% segja að þau muni líklega greiða atkvæði gegn því að viðræðum verði haldið áfram. Já. Og þessar tölur 58-48% í könnun þýðir náttúrulega bara að þetta hnífjafnt. En það fleira í rauninni í þessu ef maður rýnir aðeins betur í þetta því að í seinni spurningunni það hvort að menn telji líklegt að þeir kjósi með og móti frekari viðræðum þá gátu menn svara því að þeir myndu örugglega greiða atkvæði með, líklega greiða atkvæði með, líklega greiða atkvæði á móti og örugglega greiða atkvæði á móti. Og þar sjáum við að það greinilega svona harðkjarni af andstæðingum ESB aðildar sem að 30%. Það eru þeir sem að bæði segja að þeir vilji ekki þjóðaratkvæðagreiðslu og þeir segja líka að þeir muni greiða atkvæði gegn aðild. Þannig að þessi 30% eru sem sé að eiginlega allir sem að eru öruggir að greiða atkvæði gegn aðild að þeir eru líka á móti þjóðaratkvæðagreiðslunni. Og hægt að spyrja það hvort þessi hópur sé að þínum að þið ólíklegur til að skipta skoðun þótt nýjar upplýsingar komi fram samningsmarkmið? Já, það veit maður svo sem aldrei en mér finnst mjög ólíklegt að þessi 30% hópur skipta skoðun. Það líka hjá þeim þeir sem að vilja segjast munu greiða atkvæði örugglega með ESB-aðild, það eru 36% sem segja þess munu örugglega greiða atkvæði með og það líka held ég frekar ólíklegt að þeir skiptu skoðun en þeir sem eru sem sé segja líklega já eða líklega nei það í rauninni þriðjungur kjósenda 33% kjósenda
og það sá hópur sem að getur vel skiptum skoðun og ef að hann hallast annarkvort meira að jáinu eða neginu að þá alveg ljóst að hann mun ráða úrslitum það hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer. Og svo eru uppi kenningar að gervigreindin geti haft áhrif á þennan óráðana hóp og algoritmarnir og sama geti átt við hér á Íslandi núna fyrir þessa kosningar eins og Bretar eru sagðir að hafa lent í fyrir Brexit þar sem að bara öfl á baku tjöldin sem að hafa aðganga að tækni sem að vildu reynilega fólki sín sko. Já, það nú full ástæða til að vera á varðbergi með óheiðarlegar aðferðir og sérstaklega ef að erlendar hugveitur eða einhverjir erlendir aðilar að reyna að hafa áhrif á íslenskar kosningar með því að dreifa áróðri eða tala nú ekki fölskum áróðri eins og svona nú oft. Ég hins vegar ekki viss að sko gervigreindin var nú ekki komin þegar að Brexit var. Nei. Það voru þá hins vegar dálitlar umræður að menn hefðu notað einhver önnur forrit til að reyna að hafa áhrif á þær kosningar en ég hef ekkert séð sem að bendir til þess að það hafi skipt sköpum. Úrslitin þar voru náttúrulega mjög knöpp, það voru 52% sem voru með Brexit, vildu út, 48% voru Remain, vildu halda áfram en það sem það var nú aðalega verið að segja varðandi málflutningin í þeirri kosningabaráttu bara það að það var svo mikið af ósannindum sett fram en bara sett fram með hefðbundnum hætti. Minnir það ekki okkur á eitthvað í samtímanum hér á Íslandi þessa dagana? Já, ég skal nú ekki segja það en sko því var til dæmis haldið það hefur náttúrulega komið í ljós eftir að Bretar gengu út að mjög lítið af þeim fullyrðingum sem að Brexit sinnarnir settu fram til dæmis að þetta myndi leysa straum útlendinga til landsins að þeir myndu spara svo mikið á greiðslunum sem að þeir væri að setja í ESB að þeir gætu bara stórkostlega endurnýjað heilbrigðiskerfið og að þetta myndi bara efnahagslega verða betra að þetta hefur allt reynst rangt. Enda nú svo komið að mikill meiri hluti Breta segist í könnunum myndu greiða atkvæði með því að fara aftur inn í Evrópusambandið ef að þeir hefðu kost á því. En hins vegar hafa stjórnmálaflokkarnir í Bretlandi ekki verið tilbúnir til þess að fara í nýja þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég sá þetta ágætlega orðað það að segja hvað Starmer forsætisráðherra að reyna að gera og það var nú svona smá hæðni í því og það var sagt það sem Starmer að reyna að gera að ganga í Evrópusambandið án þess að ganga formlega í Evrópusambandið. Það að segja ná í rauninni fram með samningum núna öllum helstu kostum þess fyrir Breta að vera í Evrópusambandið. Svona líkt og Íslendingar töldu sig kannski vera að ná fram með EES-samningnum á sínum tíma. Já, EES-samningurinn náttúrulega mjög fróðulegur í þessu sambandi. Jón Baldvin sagði nú að við höfum fengið allt fyrir ekkert. Það var nú kannski dálitlar ýkjur en það var mjög mikill ágreiningur EES-samningin og þar skiptu flokkar skoðun að því best verður séð út frá hreinni hentistefnu. EES-samningurinn, það var í rauninni við kosningarnar 1991 þá var í rauninni búið að ganga nánast algjörlega frá EES-samningnum. Hann tafðist eitthvað smávegis vegna þess að það kom upp að svisslendingar höfnuðunum. En stjórnin sem að bar ábyrgð á því að semja EES-samningin var stjórn Steingríms Hermannssonar, framsóknarmenn, alþýðu bandalagsmenn og svo alþýðuflokkur Jóns Baldvins. Hins vegar þá sneri Steingrímur Hermannsson við blaðinu í kosningunum 1991 og notaði kjörorðið XB ekki EB og Sjálfstæðisflokkurinn sem að
Fram að því hafði verið á móti EES-samningum og talað fyrir tvíhliða samningi við ESB sem að enginn vissi reyndar hvort að gæti gengið. Að Davíð var tilbúin til þess að mynda ríkisstjórn með Jóni Baldvin 1991 upp á þau bíti að Sjálfstæðisflokkurinn tryggði það að EES-samningurinn færi í gegn. Og þegar að þetta kom til atkvæðagreiðslu í þinginu, þá studdu allir kratarnir samningin, flestir sjálfstæðismennir, minnir að það hafi verið 3 sem gengu úr skaftinu og greiddu atkvæða á móti. Allir alþýðu bandalagsmennir undir forystu Ólafs Ragnars greiddu atkvæði gegn þessum samningi sem að ríkisstjórnin sem þau voru nýkomnir úr hafði í rauninni náð fram og framsóknarmennirnir skiptust til helminga. Helmingurinn studdi Steingrím Hermannsson í því að segja nei við samningnum en hinn helmingurinn undir forystu Halldórs Ásgrímssonar sat hjá. Kvennalistinn var nú í mannokki, þær voru nú ekki með mjög marga þingmenn en flokkurinn hafði verið algjörlega á móti EES, kvennalistinn og þær greiddu allar atkvæði á móti samningnum nema ein. Það var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem að sat hjá í þeirri atkvæðagreiðslu og ég man vel eftir því að það mér fannst mjög athyglisvert að sjá hvernig maður sá eiginlega hugsun Ingibjörgar Sólrúnar þróast á þessum mánuðum sem að umræðurnar fóru fram. Hún skrifaði greinaflokk í Morgunblaðið þar sem hún byrjaði náttúrulega á því að telja fyrst og fremst rökin gegn því að samþykkja samningin en var samt mjög opin. Þannig að hún varð alltaf meira og meira sá alltaf fleiri og fleiri jákvæðar hliðar á samningnum. Þannig að mér fannst þetta mjög athyglisvert að lesa þetta því að þarna sýndist manni þingmaður vera í rauninni í málefnalegri umræðu við sjálfan sig og á þessum tíma þegar að mikið af umræðinu var nú ekki mjög málefnilegt þá gladdi þetta mitt litla hjarta að sjá þetta málefnilegu umræðu en hins vegar mjög mikið af umræðinu á þessum tíma var bara tóm steypa. Það voru bara fullyrðingar það að við myndum glata fullveld okkar. Það er kunnulegt. Það er enn kunnulegt, en það er bara vitleysa. Menn skilja þá ekki fullveldishugtakið. Því var haldið fram að útlendingar myndu kaupa náttúruauðlindir og náttúruperlur á Íslandi og hér myndi allt fara í rauninni í kalda kol. Og þetta er svolítið því miður dæmigert fyrir íslenska umræðu í mörgum stórum málum að þetta er annarkvort í ökkla eða eyra. Það er að segja annarkvort erum við að fá himnaríki eða við erum að fá helvíti í staðinn fyrir að segja, heyrðu, hér erum við með samning, hann hefur ákveðna kosti, hann hefur ákveðna galla og við skulum ræða málefnilega þessa kosti og galla, en í staðinn er farið í stórirðin, innihaldslausar yfirlýsingar. Þær fara oft eftir því hvort að flokkurinn er í stjórn eða stjórnarandstöðu. Flokkar eiga auðvelt með að skiptum skoðun út frá hendistefnu og við höfum séð þetta í mörgum öðrum málum, í NATO-málinu, í hermálinu, í landhelgismálinu. Þá voru menn ekki bara með eitthvað ólíkar skoðanir á því hvort þetta væri heppilegt eða óheppilegt fyrir Íslendinga. Þetta var orð sem var gjarnan notað í þessu sambandi var landráð. Það er að segja þeir sem að þú varst ósammála, þeir voru landráðamenn. Og það stenst náttúrulega enga skoðun í neinu þessara tilvika. Þó að það væri mjög eðlilegt að menn gætu verið með eða móti hverju atriðinu fyrir sig. Og það er náttúrulega óboðlegt, ef ég má bara segja mína skoðun á því, að þegar þú hlustar á þessi lið, fólk skiptir sér einhver lið og það einfaldar mjög flókin veruleika. Það sleppir einmitt öllum kostunum sem fylgja og hamrar á hinu neikvæða með þeim hætti að rökvillur eru allsráðandi. Stundum finnst mér eins og við séum eiginlega bara stödd í einhverju greindar skertri umræðu þegar kemur að svona tilfinninga upprópana gífuryrðum
eins og við erum að verða vitni að þessa dagana. Ætli þetta sé eitthvað sem einkennir Íslendinga umfram aðrar þjóðir, þekkir það? Já, það nú alltaf erfitt að fullyrða það, en hins vegar sjáum við náttúrulega að umræða af þessu tagi í fyrsta skipti síðan að minnstakosti á millistíðsárunum hefur náð nýjum hæðum í Bandaríkjunum. Þannig að orðræðan milli demokratana og republikanana, orðræðan sem að Trump mennirnir nota, hún náttúrulega yfirgengileg. Það sem að staðreyndir skipta engu máli. Lygar eru hérna taldar sjálfsagðar og þar fram eftir götunum. Ég hef oft sagt að okkar umræðu hefð sé kannski meiri svona átakahefð og líkari bandarískum og breskum stjórnmálum eins og þau hafa verið, frekar heldur en stjórnmálunum á Norðurlöndunum sem eru allræmt fyrir að vera málefnaleg og rosalega leiðinleg, eins og sagt En þetta nú misjafnt á Íslandi. Við höfum mörg dæmi það að stórmál hafa komist í gegn án þess að lenda í einhverju svona argaþrasist og stórirðum, mjög mikilvæg mál. Við getum til dæmis nefnt aukin réttindi samkynhneigðra, við getum nefnt fæðingarorlof og fjölmörg stórmál sem hafa náðst í gegn á Íslandi, meira og minna í sátt milli þingflokkanna. Mjög breiðri sátt. Já, maður spyr sig hvort sátími liðin núna. Hins vegar koma þessi mál sem ég nefndi, Fossamálið í kringum 1920, í rauninni líka sambandslega samningur við Dani 1918, þó að það hafi nú bara verið 2 þingmenn sem á endanum greiddu atkvæði gegn honum. NATO-aðildin 1949, herrverndarsamningurinn 1951, EFTA-aðildin 1968, Evrópska efnahagssvæðið 1993 og kannski þriðji orkupakkin líka 2019, svo við tökum dæmi, að umræðana með öll þessi mál hefur einkennst miklu meira af stórirðum og landráðabrigslum heldur en af leiðinlegri, málefnalegri umræðu eins og Norðurlandabúarnir yfka. Þú auglýsir eftir meiri leiðindum. Ég held nú samt sem áður að við séum ekki búnir að ná Bandaríkjamönnum eins og þeir eru í dag. Nei, vonandi ekki. En þetta allt saman mjög gott að hafa bak við eyrað og hafa þetta í huga að það mikill hávaði, mikill skarkali. En áfram með könnunina sem ég rauninni truflaði svolítið frá að ræða, sko, ég sem skilði rétt að 57% landsmanna eru sáttir við það skref að ganga til atkvæða í... Nei, þeir eru sáttir við að ganga til að... þeir eru sáttir við að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram. Ég meina það. Og ég held í rauninni að það sé engin spurning það að hún mun fara fram. Það að segja þingmeirihlutin og ríkisstjórnin leggur þetta til. Stjórnarandstaðan gæti auðvitað farið í einhverja tafaleiki og hugsanlega eitthvað málþóf í þinginu. En sko, ég hefur nú heyrði reyndar að Guðlaugur Þór Þórðarson sagði að Sjálfstæðisflokkurinn myndi ekki fara í málþóf. Ég hef enga trú á því að Framsóknarflokkurinn fari í málþóf. Þannig að ef einhver fer í málþóf þá myndi það líklegast verða Miðflokkurinn. En ég líka nokkurn veginn viss það að þingmeirihlutin mun ekki líða endalaust málþóf. Ef að það stefnir í það þá mun 71. greininni einfaldlega verða beitt aftur að mínum mati. En 57% eru 57% og núgildandi þingmeirihluti og ríkisstjórn getur þá skákað í því skjóli gegn þeirri gagnrýni sem komið hefur fram á þetta skref núna að hún sé að sinna lýðræðislegum vilja landsmanna á þessari stundu. Já, hún getur náttúrulega haldið því fram. Og það kannski þægilegra fyrir hana að þetta leiki svona. Já. Svo að því myndist hérna á til dæmis flokk eins og Flokk fólksins snemma í okkar spjalli í eingangnum að þar ertu með upplýsingar sem að mér finnst áhugaverðar. Greindu aðeins frá þeim.
Já, það sem að gert líka í þessari könnun að afstaðan, og þá ég að tala afstöðuna hvort að menn telji líklegt að þeir muni greiða atkvæði með frekari viðræðum eða hvort þeir telji líklegt að þeir greiði atkvæði gegn frekari viðræðum, að svörin við þeirri spurningu hjá Gallup eru greind eftir kyni, höfuðborgarsvæði og landsbyggð, skólagöngu og hvað menn myndu hyggjast kjósa ef það yrðu kosningar á morgun. Og ef við byrjum á því að líta á flokkana, þá nú sjálf sér ekki mjög margt sem kemur þar á óvart. 90% kjósenda samfylkingarinnar og viðreisnar segja að þeir muni líklega kjósa með áframhaldandi viðræðum. Hins vegar kemur meira á óvart, þó mér ekkert endilega því ég hef nú séð tilhneigingar í þá áttina áður, að helmingur af kjósendum flokksins segir að þeir mundu líklega kjósa með áframhaldandi viðræðum. Þannig að þegar að menn segja flokkur fólksins og hefur alltaf verið á móti aðildarviðræðum við ESB, að þá sem í sjálfu sér kannski má færa rök fyrir. Jú, svona samkvæmt einhverju stefnuyfirlýsingar og annað slíkt, sko, að þá gerist það þarna sem við höfum séð reyndar sjáum oft, að það ekki endilega allir flokksmenn einhvers tiltekins flokks sem ganga í takt við stefnu flokksins. Við sáum til dæmis með afstöðuna til Evrópusambandsins fyrir fáeinum árum að það var bara umtalsverður hluti af kjósendum Vinstri grænna sem að vildi ganga í Evrópusambandi, þó að það væru fleiri þar sem að vildu það ekki. En þarna það sem sé helmingur af kjósendur flokks fólksins sem að telur að þeir muni greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum. Og síðan fannst mér líka mjög athyglisvert að skoða litlu flokkana 3 sem komist ekki inn í síðustu kosningum, það að segja Píratana, Vinstri græn og Sósíalistaflokkin. Það ekki hægt að fá sérstakar tölur fyrir hvern þessara flokka því að svarendur eru of fáir til þess að það sé eitthvað að marka sem sé þá skiptingu. Þess vegna eru þeir hafðir í einum hópi og kallaðir aðrir flokkar. En sá hópur í þeim hópi, þá eru það 73% sem að segja að þau munu líklega greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum. Og nú vitum við ekki nákvæmlega hver þessara 3 flokka, hvernig þeirra kjósendur skiptast, af því þetta summan af þeim öllum. Við vitum hins vegar að frá eldri konunum að í kjósendahópi Pírata hefur verið verulegur stuðningur við ESB, og ég held ég hef líka séð tölur sem mér fannst svona ótrúlega háar eða ótrúlega mikið fylgi við aðild hjá kjósendur Sósíalistaflokksins, og ég var að nefna að það voru líka tiltölulega háar tölur hjá kjósendum VFG, þó að ég hef eiginlega aldrei séð svona háa tölu eins og 73 nema þá kannski hjá Píratunum. Þannig að þarna eru í rauninni þessir 3 landlausu vinstri flokkar, landlausir í þeim skilningi að þeir eru ekki á þinginu, að þeir eru svona kjósendur þeirra í heild eru svona mitt á milli kjósenda Viðreisnar og samfylkingar annars vegar og flokksfólksins hins vegar. Þannig að í þessu máli eru þessir kjósendur í rauninni miklu frekar á ríkisstjórnarlínunni heldur en á línu stjórnarandstöðuflokkana í þinginu. En ef við skoðum þá stjórnarandstöðuflokkana í þinginu, að þá mikill meiri hluti þeirra sem að telur að þeir muni kjósa gegn áframhaldandi viðræðum eins og stefnuflokkana í rauninni en þrátt fyrir þetta þá stingur í augun að 21% sjálfstæðismanna, einn af hverjum 5 kjósendum sjálfstæðisflokksins vill að viðræðum verði haldið áfram. 16% framsóknarmanna vill halda áfram viðræðum, en ekki nema 11% af kjósendum Miðflokksins vill halda áfram viðræðum, og það kemur í sjálfu sér ekki á óvart.
og það líka dregið saman að þeir sem segjast vera stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar að þar eru það 81% sem að vilja halda áfram viðræðum. Þeir sem eru ekki stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar, þar eru það bara 17% sem vilja halda áfram viðræðum. Þannig að þetta eru svona gamalkunn mynstur en það sem mér finnst áhugaverðast þarna að skoða, að sjá hvað kjósendur fólksins vilja og síðan hvað þessir kjósendahópur litlu vinstriflokkana þriggja í heild vill, þó við vitum ekki nákvæmlega hvernig kjósendur hvers þessara þriggja flokka skiptist í afstöðu sinni. Mér finnst þetta líka mjög áhugavert og ég held að þetta auðveldi Ingu svipuhöggin frá stjórnarandstöðunni að búið að gera mikið grín að henni úr þeirri áttinni að hún sé að kalla yfir okkur þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem að flokkur fólksins standi gegn. En nú getur hún sem sagt skákað í því skjóli að nákvæmlega 50% hennar eigin flokksmanna vilji að þetta skref verði stigið og þar með verða svipuhöggin, þau missa aðeins marks. Einnig þetta sem hún nefnir með þessa 3 flokka sem ekki eiga þingmenn, maður hefði ætlað til dæmis með sósíalista og svona sem eru standa ekkert mjög framalega í áróðri í einhverjum svona alþjóðlegum viðskiptum og eru slíku að maður skildi ætlað að mótstaðan hefði verið meiri. Ég veit að þetta verður svona ég held svar, ég veit að þú getur ekki byggt svarið kannski á neinu gögnum en heldur kannski frekar tilfinningu en af hvað miklu leyti heldurðu að þessa niðurstöðu sem við erum að ræða sæki sér stoð í svona hnattrænni umpólun og öryggisleysi og nýrri heimsmynd. Já, við höfum ekki neina sérstaklega mælingar á því, miklu leyti þessa nýja heimsmynd sem að til dæmis bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa lagt áherslu á, ekki bara út frá því og ekki bara verið að svona hinta því að við þurfum að hugsa okkar stöðu svolítið upp á nýtt vegna þessarar spennu sem hefur orðið milli Evrópu annars vegar og Bandaríkjanna hins vegar og við verðum eiginlega þó að allir segja auðvitað og þær segja auðvitað að við eigum að leggja all kapp á að halda varnarsamningu við Bandaríkin og hafa góð samskipti áfram við Bandaríkin og það held ég engin sérstakur ágreiningur en þær eru í rauninni líka að segja Bandaríkjamönnum ekki treystandi í sama mæli og áður þó að þeir vilji auðvitað ekki orða það þannig og þá eru þær líka að segja við verðum þess vegna að þétta raðirnar og í rauninni auka út af þessum geopólitísku málum að auka okkar samvinnu við Evrópuþjóðirnar almennt og kannski Evrópusambandið sérstaklega en líka það náttúrulega ljóst til dæmis að Bretar sem ekki í Evrópusambandinu hafa komið mjög þétt inn í og norðmenn hafa komið mjög þétt inn í þessa nýju kannski ofsagt að segja sameinuðu Evrópu en þó Evrópu sem að hefur sameinast töluvert mikið til dæmis mikinn stuðning og vaxandi stuðning við Úkraínumenn og röksemdirnar eru þó þær að þarna séu þjóðir sem við eigum mest sameiginlegt með varðandi gildismat og hugsjónir þjóðfélagsgerð miklu frekar heima þar heldur en hjá Bandaríkjunum ekki síst eftir að ráðamenn í Bandaríkjunum hafa lagt sig í líma hvað eftir annað við að lýsa þeirri skoðun að menning Evrópu, gildismat Evrópu, þjóðfélagsgerð Evrópu og þá ekki síst verið að tala velferðarkerfin í Evrópu sem ekki hefur verið sérstakur ágreiningur í Evrópu milli hægrimann og vinstrimanna þó það hefur verið ágreiningur kannski hversu feit þau eiga að vera að allt þetta gerir það að verkum að ef við þurfum að velja á milli Bandaríkjanna og Evrópu þá eigum við að velja Evrópu sem sé felst í þessu sjónarmiði jafnvel þó við viljum áfram reyna að halda eins góðu samstarfi við Bandaríkjamennin
mennina eins og hægt og ég held reyndar að svona í framhjálaupi að það verði líka mjög athyglisvert að fylgjast með því hvernig Ísland og reyndar kannski miklu frekar Evrópa í heild, hvernig hún þróar samskipti sín við Kína í þessu nýja andrúmslofti. Bandaríkjamenn lögðu mjög hart að Íslendingum á árunum í kringum 2016, 17 eitthvað svo leiðis sko, að Ísland yrði að gæta þess mjög vandlega að vera ekki í ofnánum samskiptum við Kína, en við höfum reyndar átt í tölvöldum samskiptum við Kína og kemur ekki óvart þó að Evrópumenn, þegar það kólnar milli Evrópu og Bandaríkjana, að Evrópumenn endurskoði svolítið sína hugsun gagnvart Kína og að hvorki Íslendingar né Evrópumenn láti sko kröfur Bandaríkjamanna að þeir eigi helst ekkert að díla, ekkert að eigi viðskiptum við Kína eða semja við Kína, að raddirnar í Evrópu séu ólíklegri til þess að hlusta á það. Þannig að þetta sem sé, held ég það sem að þær Kristrún og Þorgerður hafa svona verið með í stóra myndin sem þær hafa verið með í kollinum, hvort sem hún mennur svo sammála henni eða ekki. En hitt atriði sem mér sýnist að þær hafi líka verið að gera út á, er það að þær orðaði einhvern veginn þannig að Ísland sé í miklu betri stöðu til að ná hagstæðum samningi núna heldur en raunin hafi verið á árunum 2009 til 2013. Auðvitað veit ég ekki hvort þetta er rétt, en mér hefur fundist að þetta gæti mjög vel verið rétt í ljósi þess að Evrópuríkin hafa verið að endurskoða sína afstöðu og það er kannski meiri akkur fyrir Evrópusambandið og Evrópu að fá lýðræðislegt ríkt ríki með öflug eða með einhver bestu lífskjör í veröldinni, gleymum því ekki, að fá það inn í sambandið og vera þá jafnvel tilbúnir til þess að slá eitthvað af í samningum, þó að það sé auðvitað ekki, að það getur ekkert komið í ljós nákvæmlega hvað Evrópusambandið er tilbúið til að gera fyrr en í samningaviðræðum. En mér virðist augljóst að í fyrsta lagi í september, getur við sagt núna? Já, það kemur ekki, það er, ég meina, ég tel nú alveg víst að Evrópusambandið mun fallast á að fara í viðræður við okkur. Von Leyen hefur nú lýst yfir að umsóknin sé enn í fullu gildi og menn hafa verið að tala að ef að viðræðurnar gangi vel þá væri jafnvel hægt að ganga frá þeim á ári eða eitthvað svoleiðis, en það er náttúrulega sem skiptir sköpum fyrir það hvort að hugsanlegur samningur gæti orðið samþyktur í þjóðaratkvæðagreiðslu í Íslandi, að það hangir auðvitað á því eða hvers konar samningum Íslendingar geta náð varðandi sjávarútveginn og varðandi orkumálin. Og ef að samningurinn er að mati þjóðarinnar ekki fullnægjandi í þeim málaflokkum, að þá er nánast örugt að hann verður felldur. Hvað hins vegar nákvæmlega það þýðir að samningurinn sé fullnægjandi. Ég heyri til dæmis að menn eru farnir að rífast það hvort að orðalagið Íslendingar hafi áfram yfirráð yfir sjávarútveginum veginum eða Íslendingar hafi full yfirráð yfir sjávarútveginum. Úr því fæst ekki skorið fyrir að það er búið að gera samning og þá geta menn í alvöru farið að rífast það hvort að þau skilyrði eða sá samningur sem að þá liggur á borðinu fullnægi þeim skilyrðum sem að Íslendingar, almenningur á Íslandi vill gera varðandi sjávarútveginn og varðandi orkumálin og reyndar hin atriðin líka. Ég sé tækifæri í því fyrir íslensk fyrirtæki sem gera skoðanakannanir að spyrja einmitt eins og ég var að spyrja þig áðan og þú sagðir það eru ekki beint til gögn þetta hvort hinn breytta heimsmynd er að einhverju leyti að þoka viðhorfum
Íslendinga. Það væri mjög forvitnilegt. Gagnvart ESB, ég held að væri mjög forvitnilegt. Við vitum reyndar að því að frá eldri konunum, og ég held ég hafi fyrst spurt þetta 1983, þar sem að við vorum að spurja þá sko með hvaða heimsluta Íslendingar ættu mesta samleið, Norðurlöndunum, Vestur-Evrópu, Bandaríkjunum og held ég kannski sko smáríkjum í þriðja heiminum eitthvað svoleiðis sko og þar voru niðurstöðunar yfirgnæfandi að við ættum langmesta samleið með Norðurlöndunum, Vestur-Evrópa kom í öðru sæti og Bandaríkin verulega þar fyrir neðan og smáríki þriðja heiminum svo lang neðst. Og ég hef nú að vísu veit ekki hvort þetta hefur verið endurtekið nákvæmlega svona en allt annað sem ég hef séð skiluru sem er svona á þessum slóðum bendir til þess að þetta hafi ekkert breyst. Íslendingar upp til hópa tel ég að við eigum langmesta samleið með Norðurlöndunum og þar á eftir með Vestur-Evrópu og að þeir Bandaríkjamenn sem vilja í rauninni sko að Íslendingar fari að taka upp þá þjóðfélagsgerð sem ríkir í Bandaríkjunum, þeir hafa hingað til verið mjög fáir og sá hópu Íslendinga, þetta nú gjarnan spurt svona til skemmtunar, hérna í einhverjum boðum eða jafnvel í Gallup eða einhverjum kannanafyrirtækjum, hvernig menn myndi kjósa í bandarískum forsetakosningum og þá er það náttúrulega alltaf 90% sem myndi kjósa demokratan, alveg sama hver hann er. Af því að stefna republikanina sem að er svona últrafrjálshyggja og lágmörkun á ríkisvaldi og ekkert velferðarkerfi eða lítið velferðarkerfi, að það er náttúrulega bara sjónarmið sem að sko hvorki vinstri menn, nýja hægri menn í Vestur-Evrópu aðhyllast. Þeir eru ósammála þessu bandaríska módeli. Þeir einu sem að núna seinni árin í Evrópu hafa verið svona hallari undir þetta bandaríska næturvarðaríki, ef svo má segja, þessa harkalegu nýfrjálshyggju, sætta sig við þann gríðarlega efnahagslegu mismunum sem hefur verið að aukast í Bandaríkjunum, að við höfum séð þau viðhorf í svona því sem venjulega eru kallaðir öfgaþjóðirnir sinnaðir hægri flokkar í Evrópu og þar sér maður þessi viðhorf en í gamla evrópska kerfinu og ef við lítum á klassíska hægri flokka og klassíska vinstri flokka að þá hafna þeir allir algjörlega þessari bandarísku þjóðfélagsgerð. Einmitt. Hægri sinnaðir Íslendingar flokkaði lengst til vinstri í Bandaríkjunum, þannig hefur það svolítið verið. En hérna... Já, ég var nú í Bandaríkjunum í svona kynnisverð 1988 og fór meðal annars á flokksþing Demokrataflokksins sem að var þá þar sem Dukakis var kosinn og það var nú reyndar það skemmtilegasta sem að gerðist nú á því flokksþingi var þegar að forsetaefnið var kynnt á flokksþinginu. Sá sem gerði það var Bill nokkur Clinton og hann talaði 3 sinnum lengur eða svo heldur hann átt að tala og hann talaði svo lengi að stóru sjónvarpsstöðvarnar voru búin að klippa af útsendingunni og menn voru að segja í kringum við heyrðu þessi gæið þessi ríkisstjóri frá Arkansas ef hann hafði einhvern tímann átt séns í pólitík þá er hann núna algjörlega búin að slátra því og þegar að Bill Clinton 92 þegar hann hafði unnið prófkjörinn og var að taka við útnefningunni á flokksþingi Demokratana þá byrjaði hann ræðuna með því að segja góðu vinir, þegar ég talaði hér síðar, voru nokkur atriðir sem ég gat ekki rætt til hlítar. Og var að vísa í þennan skandal. En ég ætlaði að segja líka sem þar, að þetta var svona hópur efnilegra ungmenna frá Evrópu og þar var meðal annars sko ung kona, yngri en ég, hún var þingmaður fyrir hægri flokkin í Finnlandi og það var náttúrulega svo ljóst í öllum umræðunum
að hún hefði verið vinstra megin í demókrataflokknum miðað við sjónarmiðin sem að Bandaríkjamennir voru að setja fram í svona spjalli í seminurum og öðru slíku. Já. Og þegar Bogi Ágústsson ætlaði einhvern tímann að stæra sig á íslenska heilbrigðiskerfinu og hérna þau frussuðu framan í hann. En þetta sósíalismi og fannst það fyrirlitlegt. Það áhugavert hvernig það setur ákveðna hluti í samhengi. En Ólafur, bara rétt í blálokinn, tími okkar að verða búinn, en það tvennt sem ég langar að spyrja þig aftur út í þessa könnun. Annars vegar, hver munurinn á afstöðu fólksins út á landi og hér á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar munur á afstöðu fólks til ESB eftir menntunarstigi? Já, það er reyndar, ef við byrjum á körlum og konum, þá nú ekki mikill munur þar. 49% karla telja þeir muni greiða atkvæði með frekari viðræðum en 56% kvenna. Konur þeirra sem sé heldur hallari undir Evrópusambandi viðræður heldur en kallarnir. Það gríðarlegur munur varðandi höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina. Á höfuðborgarsvæðinu eru það 61% sem segjast munu greiða eða telja líklegt að þeir munu greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum en samsvarandi tala á landsbyggðinni er ekki nema 35%. Þannig að það næstum því 2/3 höfuðborgarbúa sem vilja halda áfram viðræðum en rétt 1/3 landsbyggðarbúa sem vilja halda áfram viðræðum. Það dálítill munur eftir skólagöngunni. Það engin munur reyndar á þeim sem að hafa lokið grunnskólaprófi eða framhaldsskólaprófi. Í báðum hópunum eru það 47% sem vilja halda viðræðunum áfram. Það að segja lítill minnihluti eða sem sé aðeins minnihluti. En þeir sem eru með háskólapróf skera sig algjörlega úr. 63% þeirra telja líklegt að þeir munu greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum. Þannig að hjá háskólafólkinu það næstum því 2/3 sem að eru hlynntir því að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið aðild. Þetta skýr munur, kemur ekki sérstaklega óvart að því leitinu að svona menntunarprófíl, þessi menntunarprófíl þarna, hann minnir á kjósendaprófíl Miðflokksins. Þar sem að fylgið miklu minna eftir því sem að skólagangun lengri og þetta rímar líka ágætlega við menntunarprófíl Framsóknarflokksins. Stundum prófíl Sjálfstæðisflokksins líka svolítið í þessa áttina en það hefur ekki verið á undanförnum árum jafn skýrt eins og varðandi Framsóknarflokkin og Miðflokkin. Nei. Ég var í Mývatnssveit helgina og hitti þar frændur mína sem kjósa held ég Miðflokk og Framsóknarflokkin einna mest. Aha. Og það eru göfugustu atkvæðin í landinu. Það sagði það með þessi stepp á löppinni Stefán Jónsson þegar það var í framboði þarna í kjördæminu og nefndi eiginlega ekkert að vera að tala við kjósendur á Akureyri þar sem langflest atkvæðin voru heldur við örfáum Mývetninga því það var miklu skemmtilegra. En þeim líst ekkert allt og vel þessum frændum mínum á þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu þótt ég láta nú í mestu leyti í friði en þeim fannst þú mikil frekja í samfélaginu. Ég ætla bara að bera ykkur orð frænda minna í Mývatnssveitinni. Þú mikil frekja í samfélaginu? Mér finnst mjög athyglisvert að heyra þetta að það sé of mikil frekja í samfélaginu og þegar ég heyri að raddir af þessu tagi koma úr Mývatnssveit þá held ég að sé ástæða til að staldra við og hlusta. Þessi var góður. Kæra þakki fyrir spjallið, Ólafur Þ. Haraldsson. Og áframgöngu við göttuna kæru hlustendur og áhorfendur nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.